Já, góðan daginn. Það sem við ætlum að læra í dag, það að búa til fjölskyldu, families, í rafvitinu. Og við ætlum að búa til hérna fataskáp, IKEA fataskáp sem heitir Pax. Og við byrjum, þegar þið eru búin að opna forritið, að fara hérna undir þar sem stendur families, fara hér inn í new, opnum og veljum að því við viljum að skáparnir sé ávallt festir upp í vegg. Þá veljum við hérna metric case wall based og þá þetta það sem kemur fram veggur inn í fjölskyldunni. Eins og sjáum við hérna veggurinn. Og síðan förum við hérna upp í view, förum hérna það sem stendur tiles, svo ýtum við hérna á seta og þá fáum við hérna ofanmyndin, hérna hliðarmyndin hér og hér frammyndin og hérna þrívíddin. Og þegar við búin að þessu ágætt annað til þess að minnka hérna línurnar, förum við hérna upp með það sem stendur thin lines og þá sjáum við að það breytist hérna, þá miklu fínni línur. Og það sem við gerum núna, við förum hérna og viljum að save þessu, förum við hérna í save as og veljum hérna family, því við viljum að þetta sé fjölskylda. Og þið saveið þessu inn á ykkar drifi í ykkar möppur og þá skulum þetta heitir Pax undirstrik og þetta grunnskápur. Við notum síðan skápinn þegar við förum lengra í verkefnunum, sama skápinn til þess að breyta honum. Og breytin á honum 400 sinnum 2360. Svo ýtum við á save. Svo ætlum við stilla hérna, að mælikvarðin 1:20. Svo við viljum sjá hérna, bara hafa hér í hidden lines, að við viljum ekki sjá gegnum hlutin eða sé í realistic. Förum við hérna í hidden lines. Förum hérna í details, þá getur stundum að vera stilt á medium. Svo ýtum við hér á, því við ætlum að búa til reference línur og þá viljum við hafa hérna frammyndina. Þannig ég ætla bara að stakka þann glugga og getum alltaf farið tilbaka í tiles. Förum hérna í create og förum hérna í reference plan. Förum hérna það sem stendur level, förum aðeins fyrir ofan það, gerum eina línu þannig og það sem við gerum, við stillum hæðin hérna því það kemur hérna sökkull og hann 70 mm frá gólfi. Svo förum hérna aðeins fyrir ofan, gerum aðra reference línu sem lárétt og við viljum frá hæðin á skápnum frá sökklunum 2290. Og svo gerum við hérna sikkur megin hér við miðjulínuna sem kemur hérna. Gerum við eina línu þar. Og svo eina megin. Sjáum hvort ég ýta á escape eða modify. Og það sem við viljum gera, að við viljum skýra þetta hérna og þá förum við hér, veljum línuna, förum hérna identify data og við skýrum þar, það hægri, hún hægra megin. Gerum nákvæmlega sama með vinstra megin, skýrum hérna vinstri.
svo annað förum við hérna að málsitja. Og förum hérna í refer hérna, þar sem við refer og ég hér upp. Svo sama förum við hér í refer level og upp í línuna fyrir ofan. Það er búin að málsetja þar. Sjá. En þess ég glemdi að það förum hérna, veljum málsetninguna, förum hér, sem stendur prefer, og veljum staðan fyrir wall center lines, kemur allt sjálfkrafa upp, og wall faces, veljum það, förum hérna við hliðina á og veljum add parameter. Og þetta heitir hæð á sökkli. Og þetta það á að vera hér type og group of parameter á að vera dimension. Svo ýtum við OK og það kemur nafnið á reference línunni. Við gerum nákvæmlega sama með hæðina á skáp. Það hérna, förum í prefer og það núna stillt á wall faces. Svo förum við hérna í label og ýtum hér á add parameter. Og þetta hæð á skáp. Og það saman þurfum að passa upp að það stendur hérna dimension og type og það alveg, þannig við ýtum OK. Og svo gerum við nákvæmlega sama hérna við og við hérna láréttu línunar. Nei, lóðréttu fyrir ekki. Og þá málsetjum við hérna. Og svo málsetjum við hérna. Og það eiga að vera equal. Þá finnum við hérna, stendur hérna EQ, veljum það. Og þetta á að vera 400. Það sjá. Það er hérna í properties. Ok. Og þá hérna, breytum þessu 200. Og þá eiga að vera 400 svona. Það sem ég gerði, ég ýtti á línuna, það kemur málsetningin hérna og ég breytti að þegar skápurinn 400 og þetta frá miðjulínu, þá það 200. Og svo gerum við sama, við förum hérna að við ætlum að skýra þetta og kannski ágætt að hafa þá línu aðeins fyrir ofan og equal hérna fyrir neðan. Svona. Og við ætlum að gera nákvæmlega sama eins og við gerðum hæðaskáp og hæðasökkli. Förum hérna í prefer og það ennþá wall faces. Förum hérna í label, add parameter. Og þetta breidd á skáp. Og það hérna annexa hérna við type og það dimension, þannig við ýtum bara OK. Og það mjög gott að save alltaf reglulega, svona. Þannig nú förum við upp í view og tile, við ýtum á setu og enter, það erum komið hérna. Og það sem við ætlum að gera með dýptina á skápnum. Þannig við förum hérna þessi stendur hérna floorplan, ýtum á það og geta stækka þetta og þessi stendur placement site. Förum hérna í create, förum hérna aftur í reference plan. Gerum bara línu eitthvað stað fyrir hérna, svona.
og svo málsetjum við þetta. Og dýptin á skápnum er 598, svona. Þá ýtum við hér á og svo gefum við þessu nafn hérna og skrifum dýpt skáp. Svo ýtum við hér á málsetninguna og gerum nákvæmlega sama, ferum hérna í Wall Faces og það er bara stillt. Förum hérna í Add Parameter og skrifum hér dýpt á skáp. Og það er það Dimension og Type, þannig við ýtum bara OK. Svo save við. Og svo næsta myndbandi þá sýni ég ykkur hvernig á að gera skápinn.